Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Pabbi mín sem sagt frá Sælindaseli í Jökuldalsheiði og svo skrifaði Ármann Kr. Einarsson sögu Hammeyju sem hét Sælín og mamma notaði nafnið. Já, Sælín Sigurjónsdóttir á Reyðarfirði sú eina á landinu sem ber nafnið og hugsanlega einnig sú eina sem á 500 prjónabækur og annað eins af handavinnublöðum. Hún prjónar og heklar allan liðlangan daginn, mest sjöl en einnig peysur, dúka og ýmislegt fleira. En hvaðan kemur þessi brennandi handavinnuáhugi? Ég hef bara alltaf sýnt þess áhuga. Mamma átti systur sem var mikið hjá okkur, hún prjónaði mjög mikið og ég var ofta að hjálpa henni að vinda upp gatn og svona og ég held áhuginn að bara byrja þá. Ég man ekkert eftir mér öðruvísi. Mamma náttúrulega saumaði öll föt og prjónaði helling og svo pabbi hefur gert svona ýmsa handavinnu í seinni tíð. En þau eru bæði með handlaginn. Hann hefur saumað púða og brugðið gerðir. Sælín hefur safnað prjónabókum og blöðum í 30 ár og þar kennir ýmissa grasa. Ég held ég hafi eignast fyrsta prjónablaðið þegar ég var 14 ára gömul. Og áttu þau öll? Já. Ég hef keypt náttúrulega mikið á Amazon. Svo hefur verið að gefa mér svona eina og svo hef ég keypt það sem ég hef áhuga fyrir, þessar íslensku. Ég á samt ekki mikið af íslenskum bókum. Sko, uppáhaldsbækurnar mínar eru sjálfabækurnar. Og þær eru náttúrulega dálítið margar. Já, náttúrulega dálítið margar svoleiðis. Bækur Sælínar eru á hinum ýmsu tungumálum, sumar meiri segja á japönsku. Hvernig gengur að lesa uppskriftir og munstur á öðrum tungumálum? Það er ekkert mál. Ekki þegar maður er búin að læra þetta einu sinni. Og maður getur líka alls staðar náð sér þýðingar á prjónatáknunum og prjónamálinu. Ertu að safna sjaldgæfum eintökum eða leita uppi? Já, núna er ég farin til þess að reyna að fá eitthvað sem kannski er erfitt að eignast. Og það er mjög gaman ef maður nærir eitthvað sem er kannski eitt eintak eftir eða eitthvað. Er þetta eins og með uppskriftabækurnar gjarna hjá manni? Þú átt 500 bækur og notar kannski bara 3-4? Nei, það er ekki svoleiðis. Ég held ég hafi gert eitthvað upp úr öllum. Já. Þó það sé ekki stóri hlutir, þá held ég hafi gert eitthvað upp úr öllum. Ertu með mörg verkefni í gangi í einu eða bara byrjar á peysu og klárar hana og tekur svo næsta? Það var misjafnt. Ef ég er að gera eitthvað fyrir einhvern, þá held ég bara áfram við það. En ef ég er bara að dunda mér eitthvað sjálf, þá ger ég kannski verið með 5, 6, 7 eintök í einu. En ertu að blanda saman uppskriftum og hanna kannski þínar eigin? Já. Samt spurning hönnun. Þetta er náttúrulega svona, flík verður náttúrulega alltaf lík. Ertu með eitthvað svoleiðis dæmi sem að... Já. Þessar eru sem ég búið til sjálf. Ég ásæst þessa grænu og besta vinkona mín þessa hvítu. Það verður skemmtilegt þegar þið verður komin í... Hvenær verða það tilbúna þessar? Þeir geta bara orðið það fljótlega þegar ég nenni ekki að ganga frá endunum. Talandi það er nú oft hjá þeim sem prjóna mikið, það er nú ekki að vinsælasta að liggja saman og ganga frá endum. Hvernig er það hjá þér? Það er bara mjög leiðilegt. Já. Ég myndi alveg vilja fá eitthvað bara til þess fyrir mig, ganga frá endunum. Aðstoðarmanneskju? Aðstoðarmanneskju. Ég reyni að festast ekki í neinu því mér leiðist að gera sama hlutin aftur og aftur því að næstu stykki eru alltaf löngu tilbúin í höfðinu á manni áður en maður er búin með þess að maður er með. Sælín hefur glímt við krabbamein síðan 2012. Hefur handavinnan hjálpað henni á einhvern hátt í þeirri baráttu? Já. Það var náttúrulega tímabili sem að maður náttúrulega gat svo sem lítið gert nema þá bara eitthvað svona setið eitthvað staðar og prjónað eða saumaði eða gert eitthvað og þannig að maður náttúrulega bara nýtti sér þá bara geta gert það. Ég var alltaf með mér, til dæmis ég var að fara í meðferðina, þá var ég alltaf með handavinnuna með mér og ég tel mig að komið því til leiðar að það voru þar fleiri sem að fóru að gera það sem voru í meðferð og voru að tala hvað þetta væri róandi og svona gott fyrir sálina. Oft er prjónaskap líkt við eða handavinnu bara líkt við hugleiðslu. Er það eitthvað sem að þú myndi geta tekið undir? Já. Alveg fullkomlega. Þetta er alveg svo sálfræði tími bara. Hvað er það sem að þið finnst svona
gefandi og færið til að halda áfram að prjóna? Þetta er róandi og maður svona festir huga með eitthvað annað heldur en kannski daglegt amstur. Þó svo Sælin hafi leyst af hendi fleiri handavinnuverkefni en flestir, á hún þá ennþá draumaverkefni sitt eftir. Já. Hvað er það? Skírnarkjól. Það er bara einhvern veginn alltaf verið einhver draumur að gera skírnarkjól. En ég hef ekki ennþá haft mig í það. Það er nú náttúrulega svo meira stærsti draumur, það er að gera hann bara upp úr sér sko. Ekki sem sagt eftirlit nýskrift. Handavinnubækur og blöð er ekki það eina sem að Sælin safnar, heldur á hún einnig myndalegt kúasafn. Ég fór að safna kúm vegna þess að vinkona mín gaf mér kú sem er klósettbusti. Það er upphafið? Já, það er upphafið. Og þær eru tæplega 600 orðnar. Björn Sigfússon, maður Sælinar, eða Böddi eins og hann er alltaf kallaður, er liðtækur harmonikuleikari og skemmtir Sælinu iðulega með líflegum tónum meðan hún prjónar. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.